Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Hinn umdeilda Ásdís Rán stödd hér á landi í örstuttri heimsókn. Það var Helga Arnardóttir sem hitti Ásdísi og ræddi við hann módelstörfin, glamúrin og fjölskyldulífið. Ásdís Rán Gunnarsdóttir hefur verið búsett í Búlgaríu í rúmt ár og lék eiginmaður hennar Garðar Gunnlaugsson með úrvalsdeildarliðinu Ceska Sofia þar í landi en leitar nú á ný mið. Hún hefur komið sér vel fyrir út í Búlgaríu með fjölskyldu sinni. Hún nú í stuttri heimsókn á Íslandi og hlaðin fyrirsætuverkefnum. Við fengum að fylgjast með henni við undirbúning á tökum fyrir íslenska auglýsingu sem mikið leynd ríkir yfir. Akkurat þessu augnabliki þá er ég í nokkra daga bara til að taka upp auglýsingar, sjónvarpsauglýsingar og myndatökur. En úti þá er ég bara að gera það svipa. Ég meina ég í myndatökum oft í viku og það mesta sem ég geri er bara að vera mamma með börnunum mínum og fjölskyldunum minni en svo er ég náttúrulega í þessum glamúr heimi og glamúr fyrirsætustörfum. Og ég náttúrulega er búin að vera mikið í sjónvarpinu líka, að taka upp þennan raunveruleika þátt og er að leggja drög núna að nýjum sjónvarpsþætti. Þessi þáttur sem ég er í núna heitir Football Wives og snýst svona það að rauninni bara að elta upp í líf svona fótboltakvenna. Fyrir mig þá náttúrulega er ég í stanslausu prógrammi í alls konar eventum og veislum og öðru bara sem ég þarf að mæta í til þess að halda ferlinu gangandi og ná í sambönd og svoleiðis. Það gengur vel mikið út af þetta allt. Hvernig hefur þið verið tekið þarna úti? Bara alveg rosalega vel, ég er alveg mjög ánægð með það. Ég er svona íkon ég er svona ungmóðir sem á börn og geta allt og vinn við það sem ég langar til að vinna við. Náttúrulega fyrirsæta og í sjónvarpi og ég er voðalega mikil svona bara að representa þessa ungu konu sem eltir draumana og ég er alveg jafn vinsæl í Búlgaríu meðal kvenna eins og kalla, sko. Nú lætur mynda, þú situr fyrir nakin á myndinni. Ertu með einhver mörk? Er eitthvað sem þú gerir ekki? Ég íhuga öll verkefni og ef fólkið á bakvið tökuna er gott og þetta er allt klassa efni þá íhuga ég það vel og það er vel borgað. Ég geri ekkert fyrir frítt í dag og ég tek í rauninni bara svona stærri, mjög vel launuð verkefni og ég meina það er ekkert í dag að þú situr fyrir Playboy eða einhverjum svona blöðum, þetta er orðið svo venjulegt. Þetta var fyrir nokkrum árum síðan og svona, en ég satt fyrir nakin má segja á myndum fyrir Maxim en það sást ekki neitt. Þannig að þetta er bara spurning hvort þetta sé klassi eða eitthvað druslulegt og ég myndi aldrei gera neitt druslulegt. Þú ert þinn eigin umboðsmaður, eða ekki? Jú, ég er það. Ég hef alltaf verið það. Ég tel mig geta gert þessa hlið best, þannig að ég hef ekki þurft á því að halda. Það er frekar flókið að fá mig í verkefni. Ég set fyrir alveg miklar og margar reglur sem fólk þarf að fara eftir og ef það tekur ekki þeim þá sleppi ég bara verkefninu frekar en að vera ávísum að það kom ekki góð útkoma. Þú ert búin að búa til markaðsvöruna Ásdísi Rán. Já, þetta er náttúrulega gífurleg markaðsvörun á tíma sem ég veit í ferli minn og þetta er rosalega margþætt. Ég náttúrulega er að gera fullt í einu, ég er að skrifa bæði fyrir blöð í Búlgaríu með mín eigin dálka og svo er ég að skrifa hérna fyrir Ísland líka og ég passa að halda mér alltaf í blöðunum með einhverjum uppátækjum. Ef ég lýsi sér rétt að fólk spyrir mig kannski finnst þér ekki óþægilegt að hafa allt þetta umtal þig og eitthvað svona, vont eða gott. Og það er bara þannig að þetta er það sem ég þarf meðan það er talað um mig og því meira því betra og launin mín hækka. Ég fæ fleiri verkefni og verðið á mér hækkar allt smá saman eftir því sem fólkið að núti gefur mér meiri athygli og það skiptir engu máli hvort það sé góð eða vond. Ég er náttúrulega eina manneskjan á Íslandi í þessum glamúrbransa. Ísland er pínu lítið. Alls staðar annars staðar þá eru 100 Ásdísar Ránar og þetta er ekkert merkilegt. Ég er eina manneskja sem fólk getur, nagað á í þessum bransa.
Þannig að það er náttúrulega bara skiljanlegt að ég lendi kannski undir meira áreiti heldur en einhverju aðrir. En tekur aldrei nærri þér, nú hefur vakið ofsalega hörð viðbrögð, það er mikið talað um þig á internetinu og þú hefur nú sagt ýmislegt til að ögra íslensku kvenfólki og öðrum. Hvernig tekurðu gagnrýni? Ég er ekkert að ögra neinum kannski viljandi á einhverju slæman hátt, þetta er bara húmor. Og ég meina að þeir sem skilja það ekki eru bara húmorslausir, ég meina þetta er bara allt gert í góðu gríni. Og ég meina til dæmis eins og þetta Playboy viðtal sem ég var í, ég meina ef þú lest yfir það þá er það bara mjög fyndið og þú bara hlærð, sko, þetta er ekki eitthvað alvarlegt og ég meina, mér finnst það bara... Því var slegið upp að þú myndir frekar gera klám heima hjá þér, er þetta ekki bara stólpa grín sem þú ert að gera sjálfur? Jú, þetta var bara svarið mitt við því að ég hef ekki áhuga að horfa á klám og ég svaraði þannig að ég myndi frekar gera mína eigin heimaútgáfu heldur en eyða tíma í að horfa á klám almennt. Og ert þú fyrirvinnan á þínu heimili eða svona að mestu? Nei, alls ekki. Ég meina, maður minn náttúrulega fótboltamaður, hann er ekki með lið í augnablikinu en við bara gerum þetta saman. En þú veist, ég er ekkert að setja raskat og gera ekki neitt. Ég fæ alveg vel borgað og ég geri alveg mína vinnu. Þú leggur mikið upp úr útlitinu. Hvernig fer það því að vera svona, búin að eiga 3 börn? Það er náttúrulega ætlast til þess að mér. Þetta er það sem ég fylgir mínu starfi líka, að reyna að halda mér í formi og borða hollt og hugsa sjálf mig að ég líti vel út. Þannig að þú veist, ég er í því, fullri vinnu við að reyna að halda mér í lagi líka til þess að geta haldið áfram mínu ferli eins lengi hægt er. Svo þú veist, er ég makandi á með einhverju kremum alltaf og í einhverju græningatækjum, sko. Það er alveg, þú veist, það er alveg allt lagt til. Hvernig með lýtaaðgerðir, hvaða viðhorf hefurðu svona til þeirra? Ég meina, þú veist, þessi spurningin og hrynur og mig yfirleitt hvað skipt sem ég kem til landsins, þannig að ég er sjálfsögðu ekkert á móti lýtaaðgerðum. Ég hef engan áhuga að fara eitthvað að breyta andlitinu á mér eða einhverju öðru en ég held að, þú veist, það sé allt í lagi að laga ef þarf að laga. Ég meina, þú veist, eins og ég á 3 börn og þetta, þú veist, ef ég myndi ekki laga með brjóstin þá væri þið náttúrulega bara niður í gólfi núna. Hvernig er að vera mamma þarna úti og hvernig er að vera með fjölskyldu? Það er rosa fínt og krakkarnir fíla sig vel og ég meina rosa ódýrt að lifa þarna og þannig að mér finnst sorglegt eiginlega að þurfa að fara að flytja og kallinn minn fara að vinna einhvers staðar annars. Já, þú myndi vilja vera þarna. Og þeir birta greinar á mér alveg daglega, sko, bara er Ásdís að fara eða ekki. Það er voða sorg í gangi þannig að fólk er mikið að pæla í hvort að ég ætli virkilega að yfirgefa Búlgaríu eða ekki. Hvert stefnir? Hvernig horfirðu svona til framtíðar? Það eina sem ég get sagt er að ég stefna á toppinn. Hvaða toppur það verður, ég veit það ekki. Ég er svo... Sko, mínir hæfileikar eru á rosalega mörgum sviðum og ég veit reyna ekkert hvar ég enda. Hvað dreymir þig um? Mér bara dreymir um að halda áfram að vera hamingjusöm með fjölskyldunni minni. Já, þar höfum við það.